Þið eru með dæmi 28 í bókinni og þar talað sem sagt svona rás. Þetta held í sama myndin og mynd 5.9. Það til þess að afriða og áriða fyrir jafnströmsmótorinn og síðan spurt hérna á hvaða kveikihorn má stilla til að snúðstraumurinn fari ekki yfir 100 ampere við snúningshraðan 500 snúninga á mínútu. Þetta svona lokaprófs spurning. Við gerum ráð fyrir að spönuð mótspenna mótorsins verði 335 volt á 500 snúningum á mínútu og innra viðnám hans 0,05 ohm, sem sagt innra viðnám snúðsins, RSN, sem sagt, R-snúður. En síðan tökum við ekki tillit til tapa í rásinni. Þannig að við listum þetta hérna upp að innra viðnám snúðsins, það sem sagt 0,05 og spunuspenna snúðsins verður 335 volt við 500 snúninga og við tökum ekki til tapa og við merkjum gefna stærðir inn á mynd 8.1 sem sagt, það var sem sagt af því að þetta er mynd 8.1 bara svona aukadæmi 8 og þá það komið hérna búið að merkja inn viðnámið í snúðrásinni og straumurinn í 100 ampere það sem við ætlum að fá hámark í rásina. Spönuð mótspenna sem sagt merkt hérna við snúðin jafnt á 385 volt og við erum með 3400 volta spennu inn. Það eitthvað lægri spenna í dæminu hjá ykkur það ekki í bókinni. Hún ekki 380 volt ef ég maður rétt. Já. En þetta bara uppfært dæmi og við skulum bara fara aðeins yfir það. Þannig að við tökum þá B-liði núna fyrir og við skulum reyna að átta okkur á því hvað við gerum til þess að hérna finna út fyrst sem sagt hver spenna snúðsins verður af því að við erum með sem sagt spanaða mótspennu og viðnám í snúðnum og þegar við erum með 100 ampere á ferðinni í gegnum snúðrásina þá erum við með ákveðið spennufall þar sem að við þurfum líka að yfirvinna þegar að mótorinn sem sagt í mótorvirkni. Og hérna þá leggjum við þessar spennur saman, spönuð mótspenna 385 volt og sem sagt spanaða, nei ekki spanaða heldur spennu sem að tilheyrir sem sagt raunviðnámið snúðsins vegna þessa raunviðnáms hérna 0,05 ohma viðnámið í snúðnum sem þá 5 volt. Það margföldum 100 ampere sinnum 0,05 ohm, skiljið. Þetta bara upprifun úr rafsæði 200 jafnströmsmótora. Þegar í mótoravirkni þá leggjum við þessa spennu við spönuðu spennuna Þannig að við þurfum að hérna fá við megum vera með frá brúnni sem sagt, þessari brú hérna 340 volta spennu sem sagt meðalgildi. Ok, þá erum við með tvennt, okkur vantar sem sagt, við eigum að finna út kveikihornið. Okay. Þá þurfum við að sem sagt, við tökum þá þessa formúlu fyrir stýrða afriðun. Þá gerum við það og aðeins að stækka þetta upp svo að þið sjá þetta betur hérna. Þá hérna segjum við hérna að við erum með snúðspennan, við vitum hana, við notum þessa formúlu hérna að því við erum með heilstýrða rás sinnum kósinus af opna horninu og
en við vitum meðalgildi spennuna, hún er 340 volt og við þurfum að snúa formúlun þannig að við reiknum út sem sagt opnunarhornið og þá setjum við, þá kemur pi hérna upp á deilingamerkið og síðan deilum við með 3 og rótuna 2 og spennunni 400 volta spennu og þannig að til þess að spennan verði út úr brúnni 340 volt DC meðalgildið að þá þurfum við að fá cos alfa cosinus af opnunarhorninu 0,629 og síðan reiknum við það tilbaka með cosinus við stað og fáum út að þetta eru 51 gráða sem við þurfum að stilla á opnunarhornið. Ok, síðan er spurt hérna eitthvað fleira í C-lið, er það ekki? Þess að fá þetta rétt að stærra aftur. Þannig að við erum komin við opnunarhornið. Já, það er aðeins öðruvísi kannski líka vegna þess að þið eru með hérna aðra spennu líka inn. Nei, þetta er hérna viðbót við dæmi 28 og hérna C-liðurinn að þegar mótorn fer í slökun þá verður að umpóla snúðspennu hans þá verður hann að rafala og í afreiðinu ásins eins og sýndir hérna á myndinni þá er gert það með því að víxla straumstefnunni í segulvafi mótorsins þessari hérna þá þarf að koma fyrir búnaði hérna til þess að víxla pólunni og spennan verður þá neikvæð að neðanverðu hérna en hvert er þá kveikihorn týristóna ef straumurinn í slökun á ekki að fara yfir 100 ampere og snúningshraðinn er 500 snúningar á mínútu. Ok, nú þurfum við aftur að finna út hver má þá spennan út af brúnni verða og þá skulum við athuga það snúningshraðinn 500 snúningar á mínútu og það er þá sama spennan 385 volt en hún er hins vegar orðin með aðra pólun og hérna sem sagt hún verður þá mínus spenna en vegna þess að nú er þessi hérna mótor orðin að rafala að þá er þetta töp þessi að spennufall yfir snúðrásina þá verður það sem tap í framleiddri spennu fyrir rafalan og þess vegna drögum við núna þessa spennu 5 volta spennu sem við reiknum út áðan hérna sem var plus þarna því að þá þurftum við að yfirvinna þessa spennu þá var hann töp fyrir spennugjafan en núna er þetta orðið töp fyrir hérna rafalan og þá drögum við hana frá framleiddri spennu rafalans þetta er breyting og þá erum við að tala spennu sem sagt svo kallar skautspennu mótorsins sem 330 volt í mínus sem sagt þá er sem sagt mínus og plus hér þá erum við að keyra strauminn í sömu átt í gegnum brúna en nú er orðið plus hérna á rafalanum því að hann er að framleiða núna og þá þurfum við að finna þetta út við erum með 100 amperinn og þá hérna erum við með þennan hraða og þá notum við þessa spennu til þess að reikna á þetta opna aðeins að þetta
þetta upp svo þið sjáu þetta betur hérna. Útreikningin á þessu. Hérna. Sem sagt að nú spilmótorinn á rafali í kerfinu og spennan við snúðrásina mínus 330 volt. Að spennan öfug með það sem áður var og þetta sett inn í formúluna hérna fyrir með sem mínus og þá fáum við sem sagt mínus 0,61 og ef við tökum það sem sagt með kósi mínus fyrsta að mínus 0,61 þá fáum við 127,6 gráður sem sagt þeir eru komin upp fyrir munið, þeir eru komin upp fyrir 90 gráðnar í þessari heilstýrðu með 6 stýrstórunum þá fáum við mínuspennu og þess vegna erum við komin upp fyrir 90 gráðnar hérna komin upp í 127,6 gráðu opna á til þess að fá þessar aðstæður þannig að straumurinn verði ekki meiri heldur en 100 ampere og þá erum við með mínus 330 volta spennu á rafarann. Þannig þetta reiknað út. Ok, þetta það sýnidæmi fyrir spilkerfið og þá eigum við bara eftir að